Testa hérna, tjatti hérna skipti. Það krúmið, þú þurft að reloada hérna liðurinn yfir. Bara í trading tanks, örugglega þetta bara ríkasta trading tanks og allt það sko. Og láta það vera í gangi á tölvunni. Komið sæl og blessuð og verið velkomin í þessa þráðbeinu útsendingu inni á GT Akademíunni. Yndislega fólk og verið velkomin aftur í Formúlu 4 deildina. Ég heiti Aron Óskarsson og ég ætla að vera með ykkur á þessum unaðslega fimmtudegi. Við erum stödd núna á Suzuka í Japan, í Nippon. Það var ekki réttur hreimur ára minn. Allavega í tilefni fyrstu umferðar Formúlu 4 deildarinnar 2026. En tímantaka fyrir að hefjast bara áður en að það gerist alltaf ég að fara á aðeins að fjalla styrktaraðila deildarinnar. Það eru málningavörur þar sem fagmenn starfa með margra ára reynslu í þjónustu við réttinga og sprautuverkstæði allt land. Einnig hjá þeim að finna hágæða bílabón og hreinsivörur frá vörumerkjum eins og Meguiar's Concept og fleirum. Að auki eru vörulínu Rúpes og Big Boy sem að finna hjá málningavörum að fyrir vali helstu þjónustu aðila í bílaþrifa og bílasprautunar bransanum. Nota þessa málningavörur mikið þetta sjálfur og var einmitt alveg daginn að kaupa spraybrúsa og alls skil dót. Hreinsefni, frábær hreinsefni. Aðalbón er hreinlega betri. Fremstir í grafínhúður hér á landi með margra ára þjónustusögu við stærstu bílaumboð og bílasölu landsins. Fagleg og hröð og framúrskarandi þjónusta. Bíllinn hann á þetta bara skilið. Verkfræði stofa Reykjavíkur. Það er eftirlit burðarþolshönnun, verkefnastjórnun, lagnahönnun og er aðeins nokkur dæmi þjónustu VFSR. Stofan hefur komið að miðbæ Selfossar, stúdentagörðum Háskóla Reykjavíkur og ótal fleiri verkefnum í formi verkfræði hönnunar, burðarþols og lagnahönnunar. Það er stilling. Mikið keypt hluti og dóti í stillingu, kæra fólk. Til dæmis er ég með bremsur í bílnum mínum, Brembo bremsur í bílnum. Þær fá ég á stillingu. Stillinga er þetta eina stopp ef þörf er á einhverju bílatengdu. Hágæða mótorolja, gírolja og bætiefni frá likumolí. Bílavarahlutir frá virtum framleiðendum líkt og Valeo og Brembo og allir mögulegir aukarhlutir í bílinn. Það auki að finna hjá stillingu allskins hand, sér, loft og rafmagnsverkfæri. Greiningartæki, lyftur, dekkjavélar og fleira. Auðvelt er að sjá að stillinga þitt fullkomna stopp ef þörf er á einhverju í tengslum við bílinn þinn. Stórar og innilegar þakkir til styrktaraðila. Þetta eru keppendur að keyra, tímatökin er byrjuð, það er 10 mínútur eftir tímatökunni. Ég ætla að hlaupa og losa mig við vatn, létta mig örlítið. Þið ætlið að horfa á smá myndbanda með hann. Þetta er heitasti hringur sem settur hefur verið í tímatökum, eða þú veist, æfingum hjá strákunum í deildinni. Þeir eru með svona forrit sem fylgist með því og svo maður setti bestan tíman, hann fær að senda inn endursýningu. Í staðinn fyrir að ég sýni ykkur það úr einhverjum minna bíl. Þá er það hér.
Ég veit að ég trúi því ekki en ég hellti niður. Þetta í 3. skipti sem ég helli niður bara árið 2026 sko. Í beinni útsendingu þar að segja. Já, og bara helli niður. Ég helli aldrei niður nema bara þegar ég er með beinar útsendingar. Það er kannski eitthvað, kemur ég eitthvað við hvað er í þessum dósum hérna. Jæja, allavega verið velkomin í beina þráðbeina. Alveg leysir þráðbeina. Útsendingu heyrist í öllu hérna. Þetta eru bílar að keyra, chatið er að segja eitthvað segja en ég er ekki að, það vantar timetable. Bara bim, gjöru svo vel. ABRT setups, rúpes og bílamarkarna það niður í hægra horninu. Eitthvað fleiri kommentar, ég missa einhverju. Nei, þetta nú við. Ping Poten, mættur. Er ekkert Twitch streymi? Jú, er ekki Twitch streymi? Já, Twitch streymi er á Adalbon Racing. Adalbon Racing. Tímataflan er mætt og þetta er mætt, þið trúið ekki kæra fólk hvað þetta var mikil kaos hérna á. Það eru 6 mínútur eftir að tímatökunni, já. Ég segi ykkur aðeins frá þessu rugli sem að gekk hérna á. Þetta er bara, það var uppfærsla á overlay forritinu, svo forrit sem ég nota til þess að breyta og búa til overlayð og forriti sem að keyrir overlayð. Og það virkaði ekki. Ég sendi skilabinn á Discord-rásina fyrir þetta bara, það eru 27 mínútur í keppni á mér, þetta virkar ekki, það voru engar tölur, þú veist, ég get ekkert sagt ykkur hvað var í stutt eða langt í einn eða neitt. Þetta er gap, ok, það er gap, setjum intervalið á, það virkar ekki nema þessi race, best lap og gap, það verður bara svo leiðis, ok. Risastór braut, við erum á Suzuka. Það eflaust einhver eitthvað vita. Ég vildi óska þess að ég var aðeins betur undirbúinn en eins og ég var að segja ykkur á hann þá hrundi overlay, það virkaði ekki. Ég bara og ég sendi þetta inn. Og svo gæti ég svarað gæjanum og skrifaði til þér á hann bara það eru 4 mínútur í útsendingu hjá mér. Og þetta virkar loksins. Takk fyrir og bless. En hér eins og þið sjáuð á Suzuka er rigning. Við erum í Japan. Ó, heyrðu, dillir í dill þarna fyrir aftan. Góður tími til að tjekka öllum tökkunum. Ég vanalega er löngu búinn að tjekka öllu svona. Já, þetta virkar. Ég get zoomað. Þarna. Yngvi Jón hérna. Stórglæsilegt delivery. Ég veit ekki alveg hvað felulítur þetta eiga að vera. En þetta er dálítið töff. Stilling, málingu verið logoinn hana vel sýnileg. Það er allt eðlilegt þarna á skjánum. Allt gerast eins og það á að vera. Hljóð þarna. Hvað stressaður þetta rétt á hann maður. Ég trúi sko þetta. Það er ekki með drónaskotin líka. Hérna er eitthvað svona dróni, flugvél, eitthvað. Sem er töff. Það þurfum við bara að fá hérna. Þessa töflu ekki líka, það var ágætt. Hér er að ná hverjum. Eftir að tímanum, hvað er Vigfús hérna að fara að bæta sig eitthvað? Man, 3 mínútur eftir að tímatöku. Sorry, kæra fólk, ég er bara að reyna að skoða alla hlutina mína. Ég er alveg týndur hvað. Gunnar Karl sem er meistari í síðustu deildar sem væri í gangi. Hann er hérna í fyrsta sæti. Hvað, virkar þetta? Já, þetta virkar. Ég kíkja hérna yfir á Ragnar Þór. 5:40.
er alveg að ná fókus. 17, 18, 19. 19 keppendur, kæra fólk. Pjá, 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 pjá. Það er ekkit. Minna maður. Logoin hjá öllum virka, ok. Þess að ég segi, vanlega væri ég búinn að double-checka alla þessar hluti svona klukkutíma æfinguna áður en ég hafði bara ekki tíma til þess að athuga eitt eða neitt. Ég bara rétt náði að koma þessar útsendingu á stað. Þetta er geggja. Já, gott að sjá, chatti er vel lifandi þetta. Chat later extension for Chrome. Yes. That should be fantastic. Það er bullandi spjalli gági það, ég ánægði með ykkur. Relative er orðið sem múst að leita af. Já, góða punktur, Bjarni minn. Timetable, allt í orden. Bjarni, þú mátt alveg bara vera eins frekur og leiðilegur við mig og þú vilt sko. Þú mátt bara öskra á mig þann inni á. Ekki hægri smelt á þig þingst og mótt, hvað það eða? Jarð. Nei, ég hef ekki gert það hér. Allt í lagi, hættum að pæla þessu. Þetta er gott. Já, einmitt! Pótisepp sem er þetta. Fyrst ég búin að sulla niður þá verður þetta geggjukeppni. Pjá! Ég samanlega búin að sulla niður og það skemmtist ekki neitt. Ég bara sullaði á músamottuna. Þetta er reyndar músamotta sem ég hef ekki sullað á áður, til dæmis. Þannig að núna er þær báðar ógeðslegar. Tvær svona risa músamottur. Hvernig vegna er ekki ógeðslega lykt að henni. Ég veit ekki okkur. Þarna var einhver að fara út af. Það var að sleipa. Þetta er Þorgils. Það er að klára sinn hring. Fenrir Þór. Hann er að klára hring. Sjáum hvort að Fenrir sé að fara að ná að toppa einhver tíma hérna. Bömpa sér upp listan. Gera eitthvað. Er tímatablan að virka? Skriftið sem á að vera þar. Hún á svona að hoppa upp og breytast eitthvað. Ég er ekki bara að sjá neitt svoleiðis gerast. Gerist það? Ég verður eitthvað fallegur litur og eitthvað grænt. Fenrir. Startet og gain virkar ekkert í það, það er ekki komið keppni. Smá stressaður að sé eitthvað sem er ekki fara að virka hérna. Let's go, Fenrir! Henrik Haraldsson hérna, kóngurinn sjálfur í Team Sixhúsa. Sixhúsa? Sjá! Mér get sér ekkert mjög í logoin hérna, vel styrtur og sponsaður af sjálfum sér. Kóngurinn sjálfur, Henrik Haraldsson. Flott logoin, það kemur vel út hjá þér þetta, Henrik. Stór glæsilegur. Hefði tímatægin að klárast. Hefði kannski getað verið meira spennandi, eða sko, ég hefði getað gert hana meira spennandi fyrir ykkur ef ég hefði verið meira on point, en ég meina, þið, var þetta ekki gaman? Það var alveg frábært. Hvað mínútur eftir að svona, hvað sé ég, slow down, eitthvað? Henrik er með Dagur Tumi í Guðmundsson. Það er Elvar Þór hérna fyrir ofan. Ég veit ég hræði þessu saman. Þeir eru saman í liði. Dagur er ekki út á braut. Hérna sjáum við hennan kóng. Hann lét Viktor Smári sig hverfa bara. Kíkjum við bara Arnar Kristjánsson, þessi kóngur hérna. Myndi alveg fara upp. Já. Það er elding og læti á bílnum. Hvað gerist? Hvað er skilti þetta? Já, það er skilti. Þetta gæti verið svalasti bílan á griddunni eins og staðan er núna. Það gæti verið. Ég var að kíkja þetta á P8. Nei, koma svo. Þetta, Þórhallur. Já, hann var ekki mikill munur á þeim síðan síðast. En alltaf vel útlítandi bílar, sko. Ok, rétt lyklaborð komið á sinn stað. Tímatakan er að klárast, það er enginn út á braut, sko. Tímatakan með áheila bara að vera búinn. Það er Gunnar Karl. Herðu. Þessi staur, hver setti hann hana? Hann er Gunnar Karl Vignisson. Íslandsmeistari í Formúlu 4-deildinni. Eða Formúlu 4 á Íslandi.
hermikapastar á Íslandi. Baukur. Roger, móttekið. Og hvorugt tjattið, bæði tjöttin á sama staðnum hjá mér. Eitthvað vola sniðið forrit. Gera það að verkum að það gengur. Nú allir farnir á bílnum, neða á skjánum. Það eru 30 sekúndur eftir tímatökunni. Keyra á. Lóis ætlar að halda bikarmót í hermidrifti í samstarfi við GT Akademíuna. Keppnir eru 4 fyrir árið og bikar eru veitt fyrir topp 3 í hverju keppni. Og vinningar andverið Ó, nei. Það er warm-up, ok. Ég held ég var að fara að missa á startinu. Ok, auglýsing. Lóis ætlar að halda bikarmót í hermidrifti í samstarfi við GT Akademíuna. Keppnir eru 4 fyrir árið og bikar eru veitt fyrir topp 3 í hverju keppni. Og vinningar andverið 200.000 fyrir mótið. Og fyrir þá sem aldrei keppa, fyrir að læta fylgjast með keppni á YouTube og Twitch. Það sem að við Míla verðum að lýsa keppninni í beinni. Eða bara kíktu hérna til okkar á staðinn. Sjáumst í GT Akademíu. Þetta lag er alveg sturla, sko. Þetta er gamla góða lagið. Ég er sáttur við að fá þetta lag okkar tilbaka. Mjög. Fáum hérna upp á skjá hjá okkur Rás röðina. Gunnar Karl Vignisson sem er Íslandsmeistara kvikmyndið og er einnig að sjá mikið þessa keppni ásamt fleiri mönnum góðum, en hann er mikið að sjá þetta mót, svo það er gaman að sjá hann standa hérna á topnum enn og aftur. Patrikur er ekki liðsfélagans, Patrikur, hann er ekki í öðru sæti, heldur þar Aron Breki, Black Eyes Racing. Alexander Hauksson er í 3. sætinu. Team GT Akademían, uppáhaldsliðið mitt hérna. Ég veit ekki alveg hvað það er sem tengir okkur svona rosalega mikið, en uppáhaldsliðið mitt, það er alveg Hreinar Línur og Hákon Darri Jökulsson. Svona, ég ætla að segja, hann er einn af uppáhalds ökumönnunum mínum hérna. Það er alveg klárt, ég er búinn að keyra mikið með honum. Ég kalla hann Outside Hákon, hann kalla mig Inside Aron. Þetta er svona nicknames, þú veist, af því að við erum alltaf að keyra saman við strákarnir. Jæja, við vorum það einu sem þetta. Sigurgeir Lúðvíksson situr hérna í 5. sæti. Okkurinn Bernharður Ravnas, Team GT Akademían, situr í 7. sæti.
Gunnlaugur Ásgrímsson í Runga Racing. Þórhallur Ingi Jónsson hér í 8. sæti, hann er Rúpes. Það er Fenrir Black Ice Racing með Aron. Það er Arnar Kristjánsson í 10. sætinu með Gunnlaug. Svo er það uppáhaldsnafni mitt á liði, það er Rútar Racing. Veit ég okkur? Það er Rútar bara, þú veist. Það voru þarna turbogeltir hérna einu sinni með okkur. Sakna ykkar mikið, strákar, ef þið eru að horfa. Hérna að sitja Rútarnir í 11. og 12. sæti. Tíminn er að vera búinn, hann þarf að fara að spóla hans á stað. Ragnar Þór Valgeirsson, hann er hérna í 13 og svo er Viktor Smári, þeir eru líka saman hérna í liði. One to beat, Yngvi Jón og Henrik Haraldsson í 15. og 16. Oh my god, þetta er bara að byrja 17. og 18. Dagur, Timmi og Elvar. Og við erum bara farin. Þetta bara gerðist sjálfkrafa og sparkaðis út. Stilai. Það er ekki nóg margir á grittinu, let's go. Hversu langt kemst ég? Þarna? 17. og 18. voru dagar þeir. Svo er Þorgils hérna í 19. Svo við náðum öllum inn. Kæru. Þetta má vera svona, já. Á 1. sætið, svona. Þetta er hann Aron Breki. Alexander Hauksson, það er Gunnar Karl eftir að koma sér á ráslínu, hann er mættur. Gunnar Karl er mættur. Nú ég að spá hvaða blimp við erum að nota, ætlum að vera á þessum. Við erum að fara að byrja, kæra fólk. Það er Gunnar Karl sem að leiðir þessa keppni í þessu staðinina. On live position. Stillum við alltaf á rétt. Frábær ræsing. Hver er hérna fyrir aftan og nær bestu ræsinguna? Þórhallur Ingi. Sem nær langt bestu ræsingur í stingur þetta af stað. Komið fram úr Vernari strax. Í svipaðir hlutir að gerast hér, hérna hangaðir í sömu beinu línunni. Einhver barátta hérna fremst, það er Hákon Darri og Sigurgeir fellur hérna örlítið aftur fyrir sig. Gríðarlega hörð barátta, sjáum við Fenrir hérna fyrir aftan. Þetta Gunnlaugur, já, það er það sem þetta er Gunnlaugur Ásgríms. Hvað er að gerast hér? Hvað er Sigurgeir að gera? Okkur fjall hann er í 9. sæti. Hvað skeði á Sigurgeir? Rigningin að hafa áhrif á menn kannski. Nú fyrir ykkur aðra myndavél. Þórhallurinn ennum missir. Bernhard fram úr sér. Gerir það nokkuð örugglega. Fenrir að laumast inn fyrir aftan. Þórhallur gefur ekkert eftir. Sjáum við hvernig rigningin spýtist aftur úr þessum bílum. Myndar sann lítið ský. Við erum á betri stað heldur en á hjálmurinn þeirra. Þeir sjá ennþá verri en við. Gunnlaugur Ásgrímsson að hoppa upp listan. Já, það vantar skriptbreytingarnar. Það er það sem er að ske hér. Það má laga það fyrir næstu keppni. Overlayið allan að virkar á sínu tíma, þannig að við skulum bara vera þakklátt við það. Það er komið kjötbolluflagg á Vigfús, Viktor og Þorgils. Hvað gerir Þórhallur hérna með bara brjálaða árás? Heyrðu, það er bara allt út af. Út af inni rigning. Æ! Þetta var bara árekstur. Keyrt á Vernharð.
Við sjáum Werner kemur inn á braut og þar bara keyrt á hann, já. Ég skil. Þetta aðeins öðru sig núna. Maður sér hvað gerist. Arnar Már fyrir ekki. Jú, hann Kristjánsson. Komast upp í 7. sæti. Gunnlaugur kom niður í 8. sæti. Hvað er að gerast? Það er allt að gerast. Það er það sem... Nei! Gunnlaugur snýr! Wow! Bygglaður splitter í þessu framvængur. Herðu! Það er kaos hérna hjá okkur á Suzuka á fyrstu ringunum. Algjör kaos. Sjá mín á fyrsta sætið, Aron Breki hangir ennþá aftan í Gunnar Karl. Hálf sekúnda hérna á milli. Baukur, já, það einhvers konar safety car eins og í fyrra. Ég held að öryggisbíllinn sé ekkert að fara að springa út hérna nema að sé einhvers konar major árekstur millir margra bíla í einu. Ekki svona aðskilin lítil atriði þó þau hafi verið að gerast nálægt hvort öðru. Gunnar Karl setja besta ring, Aron Breki að nappa því af honum. Það er nú auðvelt þegar maður í draftinu fyrir aftan fremsta mann. Draftið þá meina ég Kjölsog að sjálfsögðu á góður íslensku. Vernarður komin inn í pit, Dagur komin inn í pit. Hákon Darri að keyra út af. Þórhallur æpandi ferð hérna. Með Yngvi Jón, Vernarður að falla niður, já hann að fara niður í pit. Arnar 7. sæti. Gunnlaugur rétt fyrir aftan hann. Þeir eru að renna til sko. Hinrik hérna í 9. sæti, Suzuka. Hérna í nýtt lið, Bláa Stjarnan, Elvar Karlsson. Hann með á hælunum á sér hérna, Ingo Jón. Hann búinn að vera að keppa með okkur í mörg ár. Og hælunum á honum Rúnar Freyr. Og þar fyrir aftan Ragnar Þór. Hér gríðarlega spennandi kapastur. Mér langar einnig að sýna ykkur. Ó! Nei! Bara bim, bara búm. Ragnar Þór lendir hér í tjóni. Dómnefnd. Þetta er dæmt eftir á í þessari mótaröð, svo þið vitið af því. Ef þið að bíða eftir því að dómnefnd gera eitthvað eins og í Íslandsmeistaramótinu, þá það ekkert að fara að gerast. Dómnefndin gerist eftir á. Og það verður nóg að gera hjá dómnefnd og keppnisstjórn eftir þessa keppnis ég algjörlega hellingur að gera. Aron Breki illa harður hangir beint aftan í Gunnar Karl. Gunnar Karl keyrir vítt! Gunnar Karl fyrir vítt! Hann reyndar á frábærum stað til að fara vítt, nær að halda sinni línu bara vel. Grjóthart hérna barist fyrsta sæti á fyrstu hringunum. 31 hringur í heildina og við erum bara búið með 4. Spákur þetta væri guaranteed í hverju keppni. Öryggisbíllinn, nei, hann er ekki öruggur, skulum segja það. Þetta er verið að segja rámt. Nei, hann er ekki öruggur núna. Hann er bara ef það kemur super huge chaos. Sko, það er þétt verið að berjast. 13. sætið, eða 12. sætið og 14. sætið, eða 13. sætið. Það er verið að berjast þetta allt saman, sko. En það er bara grjóthart hérna hjá þessum mínadröfnum. Algjörlega lindróin í hverju öðrum. Nú er líka bara komið tími fyrir Aron Breki að setja
læra hvar Gunnar Karl er að fara hratt, hvar hann er að fara hægt, og halda bílnum sínum í lagi og hanga beint fyrir aftan Gunnar, alls ekki missa hann frá sér svona rúma sekúndu, hann heldur sem bara undir hálfri eða 800 millisekundum eitthvað svo leiðist, þá er hann góður. Þarna var Hákon að hoppa upp sæti, eða var það Fenrir sem að ég veit það ekki. Hvað ætlar hann að gera? Ekki neitt, hann er bara að sýna sig. Hann er bara að sýna sig. Aron Breki Valgeirsson. Vel mertur hérna. Ó, sjáu drenginn slætandi. Sturlast. Rísa Carpro merkingu hérna, Steinabón, Arnar Frakt. Ef þið eruð á Keflavíkursvæðinu þá er Steinabón með frábæra lausnir fyrir ykkur þar. Wow, jeez, þetta er svo tæft í rigningunni, þetta er sturla. Það er Ingu Jón. Ingu Jón í hörku baráttu hérna. Aron Breki er bara að missa Gunnar frá sér. Rétt rúma sekundu. Og Gunnar nær núna að halda áfram að slíta þetta bíl út. Og það er ekki gott fyrir Aronin okkar. Strax komið risa bíl í Hákon. Og Fenrir þarna lengst fyrir aftan. Svona dálítið góður kaos þarna áðan. Herðu, hérna er barátta og Venni líka. Venni er í brjálari atlögu á Þórhall hérna. Og hér er Gunnlaugur nálgast ennþá meira. Nei, hann stækkaði sem bara bílið aftur og fyrir bara aftur yfir Aron. Nei, hann var að venna sig. Þeir tveir yngstu sem er í að keppa með okkur í deildinni. Hvað gerir Venni? Hann sýnir sig vel hérna utan á. Hann er að dansa í afturdækinu, nær að stinga sér þetta innan á og treður sér fram úr Þórhall líka. Virkilega vel gert hjá honum. Öruggur og flottur akstur hérna í bleytunni. Þráttur að hafa komið svolítið óöruglega inn á braut þetta áðan og mögulega valdi sjálfum sér árekstri. Og þetta virkilega vel gert. Það var Gunnlaugur Ásgeirsson, rallymeistarinn sjálfur. Með sama hella livery. Hvað vorum við bara að sætta okkur við að kalla þetta á íslensku? Rest in peace, Twitch streamið. Hann dó. Áhugavert. Er það komið í gang aftur? Average time to render frame. Það er eitthvað vesen á því. En það virkar samt. Er eitthvað störðlega spennandi að gerast? Nei. Ok.
Ok. Hi America, or hi to America, or hi to you in America, I guess. Welcome to our stream. Oh, look at, sjáu Gunnlaugur, ég var sem bara að skipta úr ensku þarna, sjáu Gunnlaugur, tekur gott slæt hana, þetta var geggja. Gunnlaugur að ná að halda, þetta er að sína rally taktana hérna, heldur betur vel. Fenrir hérna, fyrir framan hann, með henni í speklinum. Twitch ætti að vera að koma upp aftur. Lækka einhver eina stillingu, vonandi hangir þetta lifandi núna. Herri, Alexander Hauksson kominn með svart flagg. Hvað gerði Alexander af sér til þess að fá svart flagg? Alexander Hauksson, 15 atvikastig, bara bim, bara búm. Það er það sem að gerast. Most exciting, takk. Já, það er bara Gunnlaugur. Það er ekkert meira spennandi að gerast hér. Herri, hérna er Þórhallur að tróða sér fram úr honum Hinrik. Nei, Alexander. Þetta er Hinrik. Hættu þessu. Hvað er tablan svo skrítin hér? Já, þetta er Hinrik, hættu þessu. Þórhallur að sníkla sér þetta fram úr meistarannum sjálfum. Ég held að Hinrik væri regndansarinn mikli. Hinrik, sýndu taktana, koma svo. Ríkala flottur bíllinn á hana. Einfaldur en geggjaður, þetta gráa, hvíta, Sixúksa, gera góða hluti í það. Ingvi Jón. 400 millisekundur í næsta bíl. Þetta er bara Fenrir. Já, Fenrir. Áhugavert. Hinrik Haraldsson hér í 9. sæti. Það er gaman að Gerir Fenrir hérna, hann er hann að sníkla sig fram úr, koma svo. Rigningin, Fenrir fyrir framann. Sækið. Fenrir með Gunnlaugur rallymeistarinn hérna á hælunum á sér. Nær hann að halda því svoleiðis? Ætlar tölvan að skipta yfir á Ingvi Jón. Ingvi Jón og Elvari Hörður vartu Fenrir. Já, þetta er Rúnar Freyr frá hann í pitan með svart flagg. Skulum bara ekkert að pæla í sem er að og Rúnar að koma sér inn í pittina og það serva sitt svarta flagg. Þeir eru að fá svart flagg fyrir að fá of mörg incident stig og atvika stig eins og þetta heitir á góðu íslenskunni. Það er ennþá hauga rigning. Ég var að viðurkenna það, ég var ekki að búast við að myndi haldast rigning á brautinni. Ég var að búast við að myndi þorna talsvert fyrr. Það er ennþá að koma dropar úr skíunum. Er þetta skí? Er þetta skí? Gunnlaugur nær að snikka sér þetta þegar Fenrir gerir mistökin. Nú er Fenrir reiður. Hangir, sjáu þið, vængin á Fenrir. Vinstra hotni á vængnum hans beglað upp í lofti. Þetta áttur að hafa einhver áhrif á Downforce. Niður Downforce, já, með íslenskt orðið við Downforce. Hjálp. Hvað var það aftur? Downforce. Jæja, allavega. Ég fer bara að fletta upp í íslensku bókum hérna. Þetta var ekki að smilla að gera. Hvað er þessi drón að gera?
Fenrir hérna beint fyrir aftan Gunnlaug. Aron Breki ennþá 1 sekúndu rúmlega frá Gunnar Karl. Það ekki meira en það. Vel gert hjá Aron Breki að halda hringinu sínum nokkuð konsistent. Það var meira sér að fara hraðar en Gunnar á síðasta hring og besta hring. Sjáum hérna. Dagur Tumi í pittinum. Hann með Hinrik í lið. Sigsuxa. Niður þrýstingur segir máfurinn downforce. Niður þrýstingur, já. Ég er ekki viss að það sé orðið sem ég var með. En við skulum bara rúlla með þetta. Það niður þrýstingurinn sem að vængurinn aftan á bílnum að valda. Já, ég get alveg notað þetta í setningu. En Vernharður komið með fórnalamb í auksín. Reyndar Dagur Tumi í 19. seti sko og Vernharður bara að sækja á hann. Dagur Tumi væntanlega bara að hleypa hérna fram úr sér. Sem hann gerir örugglega. Ekkert vesen hér. Kíkjum við á Fenrir sem örlítið byrjar að missa Gunnlaugu frá sér. En hérna sjáum við Vigfús og Elvar Hauksson. Nei, Elvar Karlsson. Það stóð Haukur hérna. Hauksson, já þetta glæði alveg í mér. Elvar Karlsson í bláa stjarnan. Þetta stórfína logo hérna. Blá stjarna hérna í tímatöflunni. Það gríðarlega flott logo. Ég gefa þeim. Mér finnst það mjög gott. Gæti verið að AI hafi hjálpað með eitthvað en það að hjálpa öllum í dag. Þannig að við skulum bara klappa fyrir því. En Vigfús Hauksson í Hrúta Racing sem að sækir þetta grip. Tekur smá slætt. Dansa pínlítið. Við erum með vasselda dróna hérna í sýndarveruleikanum. Sem að veit ekki hver að gera núna. Kannski var hann ekkert vasseldur eftir allt saman. Vigfusion. Fenrir hérna komin í æpandi sókn. Niður þrýstingurinn. Herðu, hvað hvort að dilla stýrinu? Það bara að sína þig. Sjáu þið þetta oversprayð. Nei, við erum að finna eitthvað íslenskt orð. Sjáu þið frussið sem kemur hérna aftur úr bílnum. Driftkeppnin ekki núna sko, hún 30. maí eða hvað var, 21. maí eða eitthvað. Það var ekki alveg rétt hann í auglýsingun á hann. Á ekki nýja auglýsingu eða sko, hún ekki komin í hendurnar á mér, skulum við segja. Norvel, ef þú ert að horfa mátt endilega senda mér nýja auglýsingu ef hún tilbúin þar að segja. Fenrir hérna aftur að missa frá sér örlítið. Aðeins byrja að stækka bilið hérna í keppendur. Habibi, herðu. Eitthvað að gerast? Þeir eru bara nokkuð stabilar og góðir strákarnir. Þorgils með svarta flækið sitt. Rúnar Freyr kom með 21 incidentpunkt. Nóg til hjá honum. Fenrir að stinga sér þetta fram úr. Ég var að horfa annað. Sorry, þetta var ekkert spennandi að því að ég var að horfa annað. Ég bara sá eitthvað grænt stinga inn. Ok, ég ætlum að sjá þetta aftur. Gunnlaugur keyrir út af. Gunnlaugur, hvað var þetta? Pollurinn hana. Fóð með hann. Fer hún í pollin hann í byrjun. Það eyðilegur fyrir honum. Býtur hún við.
komum fram og aftur. Hér gerir Gunnlaugur bara árás, stingur sér samhliða, nær hraðanum burt. Já, það er bara með þetta, læst inni. Algjörlega læstur inni. Gunnlaugur Ásgrímsson, rallymeistarinn, situr núna í öðru sæti. Hvað er Hákon að gera í 5? Hvað kom fyrir Hákon? Hákon fór í pitstop. Já, það er náttúrulega komið að því. Kæra fólk, keppendur mega bara byrja keppni með mér minnir þessi 20 lítrar af bensíni. Þannig að nú er komið að því að þeir fara dett inn í pit og ná sér í meira bensín. Það er ekki komið tími til að skipta dekk. Það pungar ennþá niður rigningunni. Sjáuð að Hákon komið aftast í röðina. Beint fyrir aftan Fenrir og Gunnlaug. Það er Aðalbón VFSR. Mættir á sinn stað Sigurgeir Lúðvíksson. Letti ykkur bölvuð við sem hérna. Það eru komin 20 keppendur í brautina á manni í brekkit. Hvað gerist? Það er viðkennast. Sjáum hérna Hákon, hann er að reyna að hafa pínulítil áhrif á hraðan hjá Hákonu virðist vera. Jón að fá Peppi að Sigurgeir að koma sér fram úr Arnar Már. Já, Arnar Már geti nú að hafa bara rústað bílnum sínum. Þetta er snillíkurinn okkar sem sett á hann í 8. seti, bara meira var hann í 7. seti. Smassar hérna bílnum sínum og hérna sjáum við Sigurgeir trítla fram hjá honum í róleitunum. Arnar er samt á heilum bíl svo hann getur haldið áfram. En hann er líka einnig mikið vanur rallyakstri svo það er kannski ástæðan fyrir hann að lenda í þessu hérna. Það er Ragnar Þór og Vigfús Haukur Hauksson sem sita núna með svart flagg á sér og þurfa að fara að koma sér inn í pit til að afplána það. Það er akstur í gegnum pitinn til að afplána það svo þeir þurfa að fara aftur í pit til þess að ná sér í bensín. Gunnlaugur fer vítt. Hákon sér tækifæri rísa. Sé skelfilega árekstar að gerast hér á þessum nákvæmlega þessum kafla en það er ekki að Gunnlaugur sem sér sig sjálfur. Það er bara móti umferð í smástund. Ég var ekkert stressaður eða neitt svoleiðis. Alls ekki. Gunnlaugur er hérna heill og vel haldinn. Það er ekki bíll rétt fyrir aftan hann. Þetta slapp. Eflaust fór bara á móti umferð í smá stund. Tölvan skipti hana með hérna á hverju stillingu sko. Á hverju stillingu sjá til. Kíkjum við á 10. sætið. Af hverju virkar það ekki? Kíkjum við á 10. sætið. Ragnar komin inn í pit. Ingu Jón grjótharður hérna í sókn. Fallegt að sjá 19 keppendur hérna hjá okkur. Og svo Ingvi. Lettu pressun á drenginn. Henrik may have crashed. Ég trúi þess ekki. Hérna er Fenrir að fara vítt.
Það er vítt á milli allra þetta núna, þannig að Hinrik minn, þú fyrirgefur. Við ætlum að kíkja á þig, klessa á. Hann klesta ekkert á, hann bara gerði út úr brautinni, út úr pittinum og það er sem túlkaði sem svo. Það er ekki neitt. Þetta var ég ekkert að búast við því frá Hinrik. Hæ? Á, nei. Nú er örlítið búið að dreifast úr keppendum. Já, ætti að hafa... Nei, herðu, þá gerist það. Hér er Elvar, nei, Vigfús Hauksson fyrirgefiði. Búin að snúa bílnum sínum. Þeir þetta aðeins upp á hvítulínuna og tekur 360. Já, hann er að halda bílnum. Ó, keyrir svo utan í einhvern. Það er Yngvi Jón. Yngvi Jón hérna með brotið framdekk. Þetta ömulega leiðilega atvik. Rigningin maður, rigningin. Getur verið andstyggileg. Skulum sjá þetta innan úr bíl hjá Yngva. Yngvi sér snúningin, veit ekki hvert hann á að fara, hvað átt á ég að keyra. Yngvi Jón núna búinn að koma sér inn í pit. Vigfús komin inn í pit líka, haugtjónaðan bíl. Þórhallur komin í 7. sæti sitt, Vernharður í 5. Skulum við kíkja aðeins hérna yfir á toppinn. Gunnar Karl Vignisson leiðir þessa keppni, búinn að leiða allan tíman. Það var í smá baráttu þarna í byrjun, átti erfitt með að halda Aron Breka burt frá sér nokkra ringi, en svo gerðist það. Mistökin fóru að gera sér Aroni Breka en ekki hjá Gunnar, og Gunnar trítlaði fram úr og langt í burtu og núna heilum 5 sekúndum og undan. Verið að fara fram úr hennum Inga Jón. Hérna rétt fyrir aftan er Aron Breki dansandi með aftanendan út allan trissur. 5 sekúndum eftir hennum í öðru seti. Hákon Darri Jökulsson er hérna í 3. seti rétt og eftir. Ja, rétt og eftir segi ég, það er heilar 8 sekúndur sem aðskilja þessa gæja. Og svo 10 sekúndum eftir Hákoni er Gunnlaugur Ásgrímsson. Ragnar Þór, já, hérna sko, Gunnlaugur Ásgrímsson sko. Ragnar Þór í 16. seti. Vernharður hægari umferð í kring. Byttu nú við. Rúnar Freyr að fá did not finish. Rúnar Freyr er farin út úr braut. Disqualified. Nú er Rúnar Freyr, hann með 30 incident punta og það er bara nóg til þess að disqualify hann algjörlega. Þorgils að hleypa nokkuð pent fram á sig bara, vel gert. Það er hrúturinn minn. Hrúturinn minn hefur verið tekin út. Báðir hrútandi mínir eru alveg í tómu tjóni í rauninni. Er ekki glaður að sjá þetta, strákar mínir. Ég veit ekki þetta betur. Gunnlaugur komið með svart flagg. Fyrir hvað fekk Gunnlaugur svart flagg? Það eru incident-puntarnir. Atvikastíðin, hann er komið 16 atvikastíð og hann dundrar þetta inn í pit. Ragnar Þór trítlar áfram í 15. sætinu sínu. Hann var örlítið búið að minnka þetta bilið, sjáu því. Hákon Darri kom úr 8 sekúndna bili í Aron Breka, niður í 6 sekúndur og bilið í Aron Breka og Gunnar, í Gunnar Karl frá Aron Breka hefur stækkað 2 sekúndur, þannig að Aron Breki hefur gert ykkur mistök.
Sigurgeir Lúðvíksson einnig kom með svart flagg og búinn að hreinsa það af sér. Vá, svörtu flöggin að hrynja hérna. Vigfús þarf að fara að passa sig með 22 incidentstig og Dagur líka með 21. Þið þurfa að fara að passa ykkur. Vil ekki fá vera dæmdir úr keppni eins og hann Rúnar Freyr lendir í hérna fyrir að fá 30 athyglistig. Ég er bara að viðurkenna það, ég vissi ekki að þetta væri regla, maður væri bara endanum dæmdur úr keppni, en það er víst staðan. Rúnar segir hérna, fyrsta skipti að vera að keyra rigningu í Ærising. Hann reyndi, já, vá, hvað ég skil það vel ef þetta var fyrsta skipti að keyra rigningu í Ærising. Líka bara á, Suzuka, hún er rosaleg. Hvað þá í bleitu, sko. Þú sjáu hérna, all inside, allar bestu línundar í brautinni eru rennandi blautar, svo maður þarf að finna nýja línur eða læra að keyra í pollunum eins og þarf bara fyrir suma beigðar. Og pollar og formúlubílar eru ekkert rosalega þægilegir. Hvað þá hérna í tölvuleik, sko. Það er eiginlega bara erfiðar að keyra í rigningu í tölvuleik. Fyrir þannig að maður er ekki blautur allur í alvörunni, sko. Mikill kostur. Herðu, hérna er Hinrik Haraldsson. Hann er í A11. Það var honum Arnari. Arnar Kristjánsson hérna rétt fyrir framann. Rúnkar Racing. Sexúksa að gera allu. Hinrik með talsverða reynslu af kappakstri. Ég meina Arnar er kannski með meiri reynslu í rally. Hérna rétt fyrir framann okkur er einnig Alexander í sókn á Elvar Þór. Hinrik er að missa Arnar bara frá sér. En Alexander er hins vegar að soga til sín og hérna stingur Alexander sér á innri og nær hann að hræða hann út. Já, mér sýnist þetta alltaf takast hjá hennum. Nú er bara spurning hver hefur hraðar einn út beinagaflan. Þeir eru bara hliðin á hver öðrum. Sjáu Sigurgeir beint fyrir aftan og vonar bara til þess að þeir gerir mistökina. Elvar nær að halda hraðanum og Alexander Tóri reynda fyrir aftan. Sigurgeir Lewis komin þetta inn í leikinn. Sér það eitthvað að gera. Elvar fyrir í pit og þá er það bara Alexander og Sigurgeir. Og Sigurgeir er á fleygi ferð hérna. Nær að stinga sér samhliða. Og þeir eru hliðin á hver öðrum. Þeir eru farið inn í fyrstu beina. Og Sigurgeir hér nær að læsa sig fram úr. Er komin vel og vandlega fram úr. Sigurgeir Lúðvíksson komin upp í 8. sæti. Það eru 37 sekundur í Gunnlaug Ásgrímsson sem er núna komin í 7. sætið. Þórhallur Ingi situr í 7. Og Fenrir í 5. sætinu. Risabil núna á milli flestra keppenda nema þá á milli Alexander Hauksson og Sigurgeirs. Og er komin tími fyrir mig til þess að athuga aðeins hérna.
Skulum ekki missa þessu, hér Vernharður Ravnas, hann nálgast hann Hákon. Hákon búinn að gera ykkur risastór mistök og komið sjáið í svarta flaggið, þannig að þetta var nú auðveldur kapastur fyrir hann Vernharð, skella sér upp í 3. sæti. Þrátt fyrir Vernharð bara að sína það, hann bara með hraðan til þess að sækja á Hákon. Hákon var að hreinsa meatball flag. Hann hefur farið í pitt og allt. Þannig við, hverju mistu við af? Hákon Darri fær kjötbollu flagg. Hva? Ha? Hér Hákon að fara fram úr einhverju, við erum að horfa á endursýningu. Býttu nú, datarat. Hann missir afturendan og hægur. Hákon dundrar eftir hann og fyrir beint aftan á hann. Hakk mölvar bíli sem hérna framann og fær kjötbolluflagg og þarf að koma sér inn í pitt. Hákon hérna búinn að koma sér inn í pitt. Þá er það Vernharður Ravnas sem komin upp í 3. sætið. Vistu verið í bölvari baráttu með bíli sinn. Hákon Darri komin út úr pittinum. Er alveg öruggur, enginn inn fyrir aftan hann. Þorgils það alltaf í lagi. Þorgils í 15. sæti. Fenrir. Býttu nú við Fenrir. Hvað varst þú að gera að þér, drengur? Þú komið 16 incident stig. Svo Fenrir þarf að fara inn í pitt. Það er engin aukastig fyrir 0 atvikastig í þessari deild. En ef svo væri þá var það Gunnar Karl sem er með 0 atvikastig, langfremstur, með langbestu ringina af öllum. Það er bara að keyra eins og það sé þurrt, sko. Nú flegiferð langfremstur, ég segi, með 0 atvikastig, ekki eitt einasta atvikastig sem hangir á svo gæja. Það er rétt fyrir aftan hann, rétt fyrir aftan hann. Þetta er ekki hann. Aron Breki 10 sekundum fyrir aftan. Í 3. sætinu er Vernharður Ravnas. Við ekki það, ég væri alveg til að setja út öryggisbíl núna, bara for the fun of it, sko. Bara svona fyrir okkur sem að heima sitjum, sko. Það væri ég alveg til í að fá bara öryggisbíl. En ef einhver væri til í að keyra utan einhvern annan, valda árekstri, þá væri það vel þegið. Ég er að djóka, bara svo það sé á hreinu. Sko ekki klessa á viljandi, minna ég. Must be the water, yes. It's the water. It's definitely the water. Vigfús DNF bíllinn of mikið tjónaður. Rúnar Freyr DNF hrútarnir eru bara out, kæra fólk. Það er svoleiðis og við ætlum bara að við erum í mínútur þögn núna fyrir þá. Það ætlar að rigna alla keppnina. Mínútur þögnin getur bitið í sig. Það ætlar að rigna alla keppnina, virðist vera. Þannig að ég var ekki að búast við því. Það var 10% líkur á því að það myndi rigna. Ég var ekki að búast við því að þá myndi bara rigna alla keppnina, sko. Hérna var hann vel fram úr. Ég fengi upp svona track map hérna. Svona, jú. Sjáu það er vel drift úr bílunum hérna út alla braut.
Yngvi í pittinum. Búinn að vera ansi lengi stopp í pittinum. Þarf Gunnar Karl ekki að fara í pitt? Það er ekki eitthvað sem hann þarf að gerast. Hann er ekkert búinn að því. Jú, hann er búinn að því. Það eru allir búin að fara í sinn pitt einu sinni. Gunnar Karl er bara mjög öruggur í það. Nú er bara spurning hvað gerist næstu 11 hringi. Nær Gunnar Karl að halda sér örugum eins og staðan er núna? Eða klúðrar hann þessu eitthvað royally fyrir okkur? Það væri nú alveg djúsi ef hann myndi tapa svona eins og 16 sekundum og gefa Aron Breka smá sjens. Koma svo. Mistu bílinn. Hann er alveg, þið sjáu, hann er að halda þessu hárnákvæmum. Leiður hann að keyra í pollum þá reynir hann að fara bara beint. Eða eins beint og hægt er. Þegar hann er ekki að keyra í pollum og gera hann það sem hann vill. Þarna, hann var bara að búast við því að bíllinn myndi missa afturendan. Og algjörlega tilbúin. Nei, Aron Breki að krassa. Nei, Aron Breki missir afturendan hérna. Við erum hérna dundra framrúnum. Ekki var það Vernharður en styttist bilið samt. Styttist bilið. Ragnar Þór skellir sér inn í pitt. Það er hérna að koma trítlandi út úr pittinum. Fenrir, það er að koma sér þar fram úr. Erfiði barátta þetta. Fá að komast fram úr. Ragnar gefur hann allt plássið í heiminum og Fenrir heldur sér bara á miðjunni. Nei, þó koma sér þetta nokkuð örugglega fram úr. Það er Yngvi Jón er náttúrulega með Ragnar. Já, nei, það er alveg bil á milli þeirra. En við... Nei! Ragnar Þór snýr hér á leiðinni inn í þessa beygju. Vel gert hjá honum að fara kurteislega inn á brautina aftur. Það er alveg barátta í brautinni en þetta er ekki barátta þetta er barátta pláss í brautinni skulum við segja. Og það getur svo auðveldlega allt gerst hérna núna. Fenrir 7. sæti fáum upp smá ringupplýsingar. Þau við glugga í það allan til þess að gera eitthvað grein fyrir hvort að menn séu að nálgast eða fjarlægast keppnina fyrir framan. Fenrir Þór virðist vera á frábærum hring. Yngvi Jón fer í pitstoppið. Þetta er í hvað annað skipti sem að Yngvi Jón fer í pitt. Það er eitt skipti þurft að þjóna börtu flaggi. Gunnar Karl er held ég ekki búinn að gera mistök sko. Sjáu þið hringina hjá honum, þetta er náttúrulega bara asnalegt. 2, 19, 4, 9, 7, 4, 4. Þetta er bara asnalegt, það er bara það sem þetta er. Svona konsistansi á er ekkert að vera geranlegt. Þetta er alltaf bara asnalegt. Aron Breki
Ekki langt frá, en þetta þó hálf sekúnda cirka búin á hring sem hann að tapa hérna. Vernharður búinn að vera í örlítið sókn á Aron. Síðustu 5 ríki allavega. Hákon búinn að klúra 2 ringjum, ekki náðu að fá það löglega. 16 og 17 hérna, en svo það 18, 19 og 20 sem já, 19 og 20 eru þokkalegir, en 18 er alveg skelfur. Það ringur vantilega sem hann misti bíli sinna á hann. Þetta sjá hann limdan aftan í diffuser hjá Dagur Tumi. Já, hann með Hinrik í lið, hann á að vera með annað liver á sér, en það bara sem við leysum fyrir næsta. Já, þá verður bara allt hvítt allt í einu. Við erum að mála bílana upp á nýtt, held ég. Hvað gerðist? Come on. Paints bara dáið. Það eins og svo oft áður. Við rétta merkingu á Dag Tuma. Já, ég held að það sé að fara að gerast. Jú, hann málaður bara í beinni útsendingu, kæra fólk. Hárrétt merkingin á Dag Tuma. Rísa bíl á milli, en Elvar Þór hérna í sókn á Hinrik. Ég vil að hrósa bláu stjörnunni hérna fyrir flott lifri. Þetta alveg gríðalega flottar merkingar. Virðist vera að einhverju leyti svona smá stólin hönnun sko, en það allt í lagi. Það enginn að hatast út í það. Ekki neitt. Mjög töff. Mjög töff. Bláa stjarnan. Hvað hana? Hanin, eða hvað stendur þarna frá hann á bílnum? Hanjin Reynöld. Ég með ekki hvað það er. Hérna Arnar Kristjánsson. Hann í sókn. Viktor Smári hérna beint fyrir framan hann. Rust Easy Racing. Og hann snýr. Pressan fór með hann og Arnar Kristjánsson þeytist þetta fram úr 10. sætið gefins. Viktor komin aftur inn á braut. Og hérna kemur annað sætið á flegi ferð fram úr húnum Aron Breki Valgeirsson. Einhver að gera klippu. Elvar hérna ennþá í sókn á Hinrik. Nei, þetta ekki Hinrik. Víst þetta Hinrik. Það Hinrik sem hér sko. Það bara venni sem hérna klemdur á milli þessara stráka. Skulum sjá hvað venna tekst að, hvernig honum tekst að stingast þeir fram úr honum Hinrik. Hinrik þarf náttúrulega að gefa honum pláss. Hérna gerir Hinrik það, en gerði Hinrik það of mikið. Klippti hann Elvar of nálægt sér. Það alltaf ekki neitt hérna á milli þeirra og hérna kemur Elvar. Hinrik bara gefur eftir. Engin pressa frá Hinrik Haraldsson. Og hann réttir Elvar bara 12. sætið. Gjör svo vel unnur. Bláa stjarnan komin upp í 12. sætið. Nú hlýtur liðsfélagið að vera gríðarlega stoltur. Þáttur hann hafi ekki mætt og ætla að gera ráð fyrir hann shit í chatinu. Segja hei. Hinrik Bittunni, hann ekkert búinn að gefa eftir. Hann í sókn. Hann hefur kannski bara mist framöndan sinna örlítið eða þá hann heyrir í mér. Hinrik, full power.
Full power. Nú við Alexander að skella sér í pit. Viktor í pit. Alexander er komið með 24 incident-stig og Dagur Tum með 25. Ragnar Þór er með 28 og Elvar Þór nær að stinga sér fram úr stórfenglega, vel gert. Ég náði ekki að sjá skjáinn sko, ég sá bara breytinguna gerast. Hvað gerist þetta? Hvað er nær hann Hinrik? Hvað? Lengst í burtu bara, hvað er að gerast? Þetta er vandáli við að maður er að horfa á eitthvað annað sko. Hvað gerðist þetta eiginlega? Hvað náði hann fram úr? Nær að stinga sér hér. Það er þarna sem, já, þetta þegar Hinrik kleypti honum fram úr. Ég veit ekki hvað gerðist þetta. Sorry, ég bara man alveg eftir því þetta gerðist. Þetta gerðist rétt á hann. Ég ætla að sleppa þetta, ég vil ef þetta væri ekki í beinni útsendingu, þá myndi ég klippa þetta út, alveg klárlega. Þetta er þvaga fólki, Viktor Smári er í þessari þögu með Hinrik beintur í fram sig. Hinrik er í keppni við Smára, nei, Viktor hleypir greiðlega fram úr sér. Hákon sem er í 4. sætinu, hann er að reyna að komast fram úr hérna og þegar öllum Hinrik nær að stinga sér aftur fram úr að þegar Elvar nær að halda sér eða hvað. Hinrik, Elvar og Viktor er í brjálaðri baráttu hérna á meðan að Hákon sníkar sér fram úr og Hinrik, koma svo. Grjótharður Hinrik, baráttan 11. sætið, 25 ringir búnir af 31 og það er grjótharð barátta. Vernharður er komið með svart flagg á sig. Eins og Hákon áðan þurfti að gefa honum pláss. Viktor grjótharður, Elvar komið niður í 13. sæti. Tvo reynsluboltæna búin að tróða sér fram úr. Viktor Smári Þórðarsson og Hinrik Haralds. Hvað gerum við komaðir inn á beinakaflan, strákarnir? Elvar, Viktor, öryggisbíllinn og Hinrik, ekkert rugl, ekkert vesen. Hvað er að gerast hér? Það myndi vera Vernharður í 4. sætinu. Gríðarlegur hraðamunur á þessum drengjum sem eru fremstir. Þeir eru nú venjulega ekki svona, en þetta er sem að rigningin gerir. Hún aðskilur bílstjórana. Ég var að fara á límingamni, ég held að það var eitthvað miklu meira spennandi að gerast. En Hinrik hleypir fram úr sér og hvað gerir það að verkum? Ég skil ekki trónafljúmanninn hvernig hann fer að þessu. Hinrik heldur fórystunni, Viktor er beint fyrir aftan hann og Elvar Karlsson inn að rétta eftir. Sem segir við fáum aftur góðan kappastur hérna í ganga. Sjáu þetta, renna þetta yfir körpið. Hinrik er að halda fórystunni. En þá hellist niður rigningin hjá okkur. Nei, Hinrik snýr, missir bílinn sinn. Hinrik fellur niður í 13. sæti.
Elvar trítlar þetta fram úr og Viktor Smári nokkuð örugglega skellir sér upp í 11. sæti. Virkilega vel gert hjá Viktor Smára að halda sér öruggum þar að segja. Henrik ekki sáttur með sjálf sig. Sjá, hann hrista hausinn alveg brjálaður. En hér Gunnar Karl Vignisson í fyrsta sæti, búinn að leiða alla keppnina eins og kom fram á hann. En aðeins búinn að missa sig hérna á 25. ring. Sjáu það, hann bara four-wheel slæta hérna í gegn. Hér Aron Breki lengst fyrir aftan, 31 sekúndur fyrir aftan. Hér Hákon Darri, 16 sekúndum fyrir aftan hann Aron Breka. Og keyrir hérna bara beint út af, þráð beint útsendingu, vel gert. Kleppum fyrir því. Ó! Hann kann þetta. Hann kann þetta. Vernharður að nálgast. Vernharður kom niður í 4. sæti eftir að fara þetta inn í pit áðan. Þá náði Hákon að sníkla sér aftur upp í 3. sæti. Komi núna. Já, á verðlaunapall aftur. Svo staðan allavega. Þú þurfa strákarnir Ragnar Þór og Dagur að fara að passa sig verulega. Þeir eru með 28 atvikarstig. Það eru bara 2 atvikarstig og þá eru þeir dæmdir úr keppni. Sem við sáum að gerist hérna fyrir Rúnar áðan. Sjáuði Henrik með viðbröðin hana alveg á hreinu. Rennandi blautt en þá það haug rignir. Herðu, Fenrir kom með svart flagg. Gunnlaugur í 9 sekúndum eftir honum sem þýðir að Gunnlaugur er hæglega að fara að koma sér fram úr og upp í 7. sætið. Henrik gerir sér líklegan að það gerist ekki neitt. Sjáu þið rigninguna sem hérna á brautinni. Það er bara, það eru speglar á brautinni. Hvað gerir Henrik hérna? Er hann að soga sig ofan í hann? Já, næra aðeins að sína sig. Elvar keyrir fínan varnarakstur, hleypir Henrik ekki óvinnalega. Passir sér nátt á því að vera ekki óvinnalega sjálfur, hann sé að keyra hún í pollunum. Sjáuði, Henrik missir þetta afturöndan. Þetta er tæft í gegnum þessi S. Sjáuði, þeir eru stanslust og þurfa að stýra á móti og halda bílnum í beinni línu eða beinni í beginu sem þeir vilja fara. Viljum við kíkja aðeins yfir á Gran Turismo myndavélarnar okkar. Eða dróna myndavélarnar okkar. Þetta er svona Gran Turismo-esk sko. Þetta er ekki kannski þetta beint, en þetta. Fallegar merkingar á honum Henrik hérna. Hann var að gera þetta í dag. Við, hvað gerist hér? Nær Henrik að koma sér á innri? Nei. Ekki
alveg svo gott, nálægt í. Hljóðið í lagi og allt í ordena. Nei, Gunnlaugur. Gunnlaugur að koma sér í pit. Hann er með of mikið aðtekastigum, komið svart flagg á sig. Sem sleppir Fenrir áfram. Komin upp í 7. sætið aftur. Fenrir hóf keppni í 9. sæti. Hákon hóf keppni í 4. sæti. Vernharður Rafnars hóf keppni í 7. sæti. Þórhallur Ingi hóf keppni í 5, 6, 7, 8. 8. sæti. Virkilega vel gert. Já, þeim að vera búin að vinna sér allir upp eitthvað. Það bara hann Alexander Hauksson og Sigurgeir sem eru búin að falla niður fullt af sætum. Fyrir utan alltaf Rúnar, Freyr og Vigfús greiðin. Það eru með ónýta bíla og eru bara í köku inn í pit. Þorgils í fallega slætinu hérna. Gunnlaug Ásgrímsson, rallymeistarinn á eftir sér. Nei! Hann snýst! Þorgils snýst, fær svart flagg og er dæmdur úr leik. Bara bim! Bara búm! Þorgils kom með 30 aðtekastig á sig og er bara út. Ertu blessaður? Það er bara svoleiðis. Þetta gerðist ansi hratt og í þráðbeinni útsendingu hérna á GT Academy rásinni og Aðalbón Racing Team á Twitch. Eru velkomin. Hákon Darri Jökulsson komin upp í 3. sæti sem hann er búinn að vera með í einhver tíma, missa aftur, byrjaði keppni í 4. sæti og situr núna á palli með Vernharð Rafnars, ekki svo langt til aftur sig, það er bara 3 sekúndur en það sem er nú bara 2 hringir eftir þessari keppni. Það er ekki mikla líkur á því að Vernharður nái því, en ef að Vernharður ætlar að keyra í bullandi drifti þá kannski er þetta möguleiki. Þetta var svaðaleg gráða sem að drengurum var komin að ný. Vernharður er búinn að keppa mikið í go-kart í Nóri og búinn að lenda margoft í verðlaunapalli þar. Samkeppnin hérna kannski örlítið harðari, allan hann ekki vanur herminum og hann er í go-kartinum. Gunnar Karl Vignisson búinn að ringa bilið í 40 sekúndur, kæra fólk. Aðalbón Racing Team. Lang fremstur. Búinn að keyra gríðarlega öruggan kapastur. Sjáu þið tíman, hann er komin í 2:18. Þetta sé engin annar á griddinu sem hefur farið 2:18 eitt eða neitt. Og þó verðist nú að vera eitthvað aðeins þurrara en í byrjunum kannski á keppninni. Sem það var mikið þurrara í byrjun keppninni en enginn allavega síðustu svona 10-15 ringi hefur farið 2:18 eitt eða neitt sko. Við farið þetta niður listan og kíkt á það. Enginn við 2:18. Jú, Hákon hérna með eina 2:18 lágar mér þess að virkilega vel gert. 25. ring. Við erum nú hægt og rólega að fara að trítla okkur inn á síðasta ringin í þessari keppni. Þórhallur Ingi Jónsson hérna í 5. sætinu. Ekki búið að vera mikið í mynd. Ég heyri einhvern snúa. Þetta er einhver að snúa. Viktor Smári í 12. sæti snýr. Hinrik Haraldsson hirðir á honum sætið. Skellir sér upp í 11. sæti hérna rétt fyrir lok keppni. Elvar Karlsson horfir á.
og Þórhallur Ingi vonast eftir að fara að fá opið pláss einhvers staðar til að stinga sér fram úr. Þórhallur hóf keppni í 8. sæti og er búinn að vinna sig upp í 5. Virkilega vel gert. Verst hérna fyrir hann Alexander Hauksson sem hóf keppni í 3. sæti. Skjálfslæski. Jó. Og er núna í 10. sætinu. Býttu nú við. Viktor minn. Þá er Elvar kominn fram úr. Hér er Hinrik. Hér er Elvar. Við erum þá komin á síðasta hringinn. Fenrir í 7. Dagur Tumi hér í 16. sæti. Gunnlaugur Ásgrímsson í 7. Ekki bara þetta Sigurgeir Lúðvíksson 8. sæti. Ekki svo langt fyrir aftan Gunnlaug. Hér er Gunnar Karl. Algjörlega sturlaður akstur í honum Gunnar. Og hann er að fara að hringa hérna 8. sætið Sigurgeir Lúðvíksson. Sjáum við Aron Breka rétt og eftir. Rétt og eftir er náttúrulega ekki rétt, hann er 43 sekúndum eftir. Og Yngvi Jón er rétt fyrir aftan hann í 17. sæti sem maður, en hann er rétt fyrir aftan hann í brautinni. Það er einhvers staðar rétt fyrir aftan er Hákon Darri í 3. sætinu. Og það er Ragnar Þór. Hann er með 2 ringi á þá sem er í toppsætunum. Það er margt búið að gera hérna á botninum. Rigningin veldur því að það stækkar ansi mikið bil á milli. Mistökin verða tíðari og allt getur farið illa. Arnar Kristjánsson hérna, Henrik Haraldsson hér. En það er búið að ljúka þessari keppni. Hún klárast hér og það er Gunnar Karl Vignisson sem að sigrar fyrstu keppnina í Formúlu 4-deildinni 2026. Dansar hérna malbyggið. Virkilega vel gert og flottur akstur hjá honum, búinn að stinga restina af bílunum hérna af í dembandi rigningu á Suzuka í Japan. Íslandsmeistarinn sjálfur, til hamingju með titilinn. Til hamingju með fyrsta sigurinn í Formúlu 4-deildinni. Í öðru sæti er þá Aron Breki Valgeirsson, kemur hérna á fleygiferð yfir línuna. Þá er það Hákon Darri. Við erum 13 sekúndum á eftir. Og yfir línuna kemur hann. Í 3. sætinu. Og í 4. er Bernharður Ravnas. Virkilega flottur akstur hjá honum. Þá er það Þórhallur Ingi Jónsson. Drónaflugmaðurinn er alveg fáránlega tilbúinn. Sjáu þið að það er fullt af fólki í stúkunni. Þetta er reyndar pappaspjöld sko. Ég verð að viðurkenna það. Þetta er pappaspjöld. Þetta er ekki fólk. En hér kemur Þórhallur inn á beinakaflan í 5. sætinu.
Fenrir Þór einnig búinn að klára sína keppni hér. Þeir bílarnir búinn að koma sér yfir línu. Gunnar Karl Vignisson sem sigrar hér. Sjáu hérna gullfallega bílinn hans, Aðalbón Racing Team. Og eins og ég er búinn að segja hérna, það er Íslandsmeistari 2026 í hermikapastri. Það var kert á svona Formúlu 4 bílum. Rétt náði því að loka 3 keppnunum. Og hérna tekur hann fyrsta sigurinn sinn í Formúlu 4-deildinni 2026, kæra fólk. Takk sem leiðis chat. Takk sem leiðis. Takk sem leiðis kunnlegur. Við fá stíginn hérna upp. Það mynd af Gunnar hérna. Það er að laga. Þá er það stíginn sem þið sjáu hérna á skjánum. Þetta er niðurstöðan eftir fyrstu keppninni hjá okkur. Svo skulum við bara sjá til hvað gerist næst. Þetta er ekki búið. Þetta er langt frá því að vera búið, kæra fólk. 19 keppendur sem mæta hérna í fyrstu keppnina. Patrekur Magnússon mætti ekki, svo það verður gaman að sjá hvað Patrekur Magnússon gerir þegar hann loksins mætir. Ég veit það, hann er grjótharður keppandi og hann hefði sett Gunnar Karl í einhvers konar, hann hefði komið honum í eitthvað vesen. Hann hefði gert ennþá meiri kappastóru fyrir okkur. Þannig að Patrekur, ætlum þess að sjá þig hérna næst. Örgl. Það er besti ringur myndi fara yfir á Aron Breka sem náði að hanga fyrir eftir Gunnar Karl hann í svolítinn tíma, þannig að hann fær klapp frá mér. Ég veit ekki hvort það sé besti ringur auka stig. Það kemur allt í ljós eftir þessa keppni þegar ég væri skammaður fyrir að vera ekki með reglutor á hreinu. Það er bara logo við Vernard og Alexander, ég kann að meta það, það er allavega gott. GTAkademian.is. Ef ykkur langar að prófa hermikapastur, endilega mæli ég með því, kíkja inn á GTAkademian.is, gta.is. Og þetta hefur verið komið að prófa hvað sem ykkur langar. Ég þakka ykkur fyrir í kvöld. Nú er þetta bara búið í dag og ég sé ykkur næst. Það er bara 2 vikur að vika eða eitthvað í næstu keppni. Mjög stutt, við auglýsum þetta allt saman inn á hermikapastuspælingar á Facebook. Einnig ættu þið að geta fylgst með inn á YouTube-brásin okkar. Ef þið bara eruð að fylgja öllu þá ættu þið að fá tilkynningar þegar við setjum beinar útsendingar inn og allt svona. Þannig að þið ættu að fá þetta allt saman beint í æð. Ef þið bara ítið á einhver að taka. Þakka kærlega fyrir komuna, þakka styrktaraðalunum okkar kærlega fyrir þá sérstaklega Aðalbón, Málningavöru, Stillingu og Vaffes-R og GTAkademian að sjálfsögðu. Takk ykkur innilega fyrir í dag og kvöld, sé ykkur næst við það stórfenglegt, þá til næst, verið bless.